Hæ og velkomin í þáttinn til mín. Mér langar til áður en ég kynni gestin minn í dag að biðja þig að smetla á subscribe hjá mér til þess að hjálpa mér að dreifa þáttunum sem víðast því að hver einasti áskrifandi hjálpar og hækkar í rauninni dreifingunni innan YouTube og það er náttúrulega meginmarkmið með því efni sem ég er að dreifa hérna eða deila hérna á þessari rás. En gestur minn í dag heitir Kolbrún Karlsdóttir og Kolbrún eða Kolla eins og flestir kallana er búin að vera lengi í mikilli sjálfsvinnu og langar til að spjalla aðeins það og eða við ætlum að spjalla aðeins það. Velkomin Kolbrún. Sæl. Það er. Takk fyrir að vilja tala. Já, það er nú að byrjar allt með því að tala saman. Það er náttúrulega bara þannig sem að lífið er. En þú ert búin að vera í svona mikilli sjálfsvinnu upp á síðkastið og hvað í rauninni finnst þér skipta máli í henni í dag? Mestu máli skiptir að taka til í sjálfum sér, að byrja þar. Sammála. Ef friðurinn er komin inn í mig, þá ætla ég honum bara út í allt sem ég hef samskipti við. Já, það mótstaðan er ekki mér ef það kom upp konfliktar í samskiptum og það er engin mótstaði mér, þá eru meiri líkur á að það jafnist allt einhvern veginn út og verði bara svona. Allt leysist út frá hjartanu, það er eiginlega svoleiðis, já. En þú hefur verið að vinna svona, þú veist, langaði til þess að við myndum spjalla þetta ljósmagn mikla sem er að koma til jarðarinnar. Og er að hafa mikil áhrif á okkur öll. Og hvernig upplifir þú það hjá þér? Ofboðslega intens bara tilfinningar sem eru að koma upp. Já. Sem ég veit ekki hvert ég á að setja, hvort ég á þetta eða hvort einhver annar bara á þetta. Og já, bara svona óeirð og svo inn á milli bara bliss ástand. Já. Og velíðan, ekkert er neitt mál, allt er eins og það að vera. Og fyrst svona þegar ég er eiginlega komin svona meir og minna þar. Já. Ég er fljótari upp úr dífunum. Já, sem er dásalegt. Já, en svona þegar maður er að skipta á milli. Ég er eiginlega að skipta á milli kannski dimensions. Já, bara milli viddana, já. Þegar stökkið er mikið, þá er rosa prósess, ofsa erfitt. Af því við erum það tilbaka en við vitum hvað er til. Og það er bara, getur verið, og við erum að sleppa því sem að vera að trufla, vera að halda í okkur. Já, ég meina að það er náttúrulega líka þegar ljósið eykst. Og þá koma upp alls konar tilfinningar af því þá sjáum við hvað við höfum falið og við sjáum líka í umhverfinu hvað við höfum falið og þess vegna náttúrulega svo mikið uppljóstranir í heiminum í dag að sjá allt. Já, ég sé orðið sko, ég fer ekki mikið út úr húsi því ég bara er orðin svo næm. Já. En ég fer í sund og ég fer í göngutúra og í laugunum þá er ég stundum bara svona fylgjast með fólki. Hvernig það hreyfir sig, hvernig líkaminn er, hvernig það beitir líkamannum, hvernig líkamannir virka. Og ég get séð svo margt. Já. Og eitthvað sem ég kannski hefði getað séð áður en tók bara ekki eftir. Og sama á við mig. Ég er að funkar einhvern veginn öðruvís og ég tek eftir mér. Já. Ég er ekki föst inn í þessum litla líkama. Heldur er ég bæði inn í honum fyrir öllu, en ég er líka fyrir utan að hann get séð hvað hann er að gera. Já, sem er frábært. Og ég heyri mig stundum tala. Það kemur stundum bara svona flóð af orðum og ég veit ekki neitt. Það gæti alveg gerst núna, sko. Já, þú meinar það að þú geti bara farið að miðla einhverju bara alveg í beinni útsendingu eins og það stendur. Eða næstum því, beinni upptöku. Ok, en hefur verið að miðla? Bara svona fyrir hópinn minn. Já. Við erum búin að vera að hittast og vaksa saman og læra að
læra að taka ábyrgð og læra að taka ábyrgð á mótstöðunum okkar, Já, mótstöðunni sem við finnum í okkur en erum svo líkleg til að sko spegla yfir á aðra, yfir á þann sem við erum að tala við. já, já, já. Því að við finnum eitthvað stopp og höldum að það sé hinn, en það er alltaf við. Já, það er mér fannst, sko fyrir mörgum árum síðan þá kom koninga til Íslands, hún hefði komið sennilega 92 eða 3 og hélt hér samskiptanámskeið og hún var með svona lítil staðfestingarspjöld og það á einu þeirra stóð, samskipti snúast aldrei hinn aðilann, heldur alltaf þig. Já, við erum alltaf að spegla og ég var að horfa á hendinni með Halldóru Geirharðs og Steinu. Og Halldóra var að tala manninn sinn sem er einhver fræðingur og það er frumur í líkamanum okkar sem heita spegilfrumur. Já, er það? Ég er ekki búin að átta mig á, ég náttúrulega er að átta mig á hvernig það er virka hjá mér, en ég get ekki útskýrt það. Ég skil ekki alveg konseptið, en það meikar svo mikinn sens að þegar ég er að tala við þig, þá er þá ert þú að spegla mig og ég er að fá að sjá mig í gegnum þig. Já. Og toppurinn á þessu er að þú hittir mannesku sem er með svakalegt rými og sér þig rosalega vel. Já. Og elskar þig samt. Já, það er náttúrulega þess vegna kannski. Þá get ég sko tekið spegilmyndina sem viðkomandi sér sem ég er ekki fær að sjá og spegla henni inn á mig og elska mig með öllu sem ég hef á. Já. En það er svolítið skemmtilegt sko að það er talað í svona þessum fræðum sem við getum kallað þroskafræðum og andlegum fræðum og sjálfsrækt eða hvað sem við viljum setja á það. Það sé til svo kallað Johari-gluggi með 4 rúðum. Ég sé mig, að þú sér mig, ég held að þú sjáir mig og ég sé mig ekki. Þú veist, það er eins og ég held þú sjáir mig og ég sé mig ekki. Þannig að það er náttúrulega alltaf, já, 4 rúður sko, já. Þá sérðu bara allt. Já, en þess ég held að sko við sjáum náttúrulega okkur aldrei sjálf eins og aðrir sjá okkur. Nei. Þannig að bara ekki. Nei, og það er líka sem minnst það svo merkilegt sko að svona í gegnum tíðina er ég náttúrulega búin að hitta mjög mikið af fólki. Ég rak hótel, þannig að það var, þú veist, einhver 3000 eitthvað mann sem kom á hverju sumri eða 4000 manns eða eitthvað, ég man ekki alveg svona hvað að tala var. Og svo hitti ég kannski þetta fólk mörgum árum seinna og þau muna sko eftir matnum sem ég eldaði fyrir þau eða bauð upp á hótelinu, skilur, og ég alveg, hvaða ár var það? Þú veist, að því ég svo er ekkert sérstaklega góð á andlit. Ég hef ekki mikið svona minni á, ég hef einhvern veginn ekki þroskað það með mér að vera mannglögg. Ég mjög oft ef ég er að fara að hitta einhvern sem ég vona að hann eða hún viti hver ég er svo að ég verði mér ekki til skammar. Já, ég er alltaf jafn hissa þegar fólk þekki mig, ég er bara hissa. Já, en þú veist, þetta er sko, þetta er erfitt að vera ekki sko, hvað ég kalla, vera ekki mannglöggur. Ég man að, kannski er það eitt af þessu karma sem ég hef erft, ég man að mamma var ómannglögg. Já. Og og kannski er það eitthvað, sko, að því þú ert að tala, sko, er þetta mitt eða er þetta einhverja annara, að við auðvitað erum með fullt af karma sem við höfum erft frá mæðrum okkar og ömmum okkar og langömmum og svo framvegis sem hefur gengið bara alveg niður ættirnar og innræting líka og það er auðvitað ýmislegt sem er ekki okkar en við höfum eignað okkur það og nú er svo flott tækifæri til að losa sig við það. Við erum að fá annað tækifæri og sko það er ekki bara erfin, það sem er erfum beint, heldur er líka samfélagið og bara allir. Alvitundin er að móta hugsanirnar okkar. Já. Og það er verið að taka af okkur svolítið valið því að við fáum ekki vita allt.
fáum ekki, það lokað á alls konar sem að við fáum bara ekki vita, því að þá fáum við of mikið power. Þá getur kerfið ekki verið lengur til. Kerfið getur ekki stjórnað okkur, nei, það alveg rétt, já. Þannig að það er lokað á ýmislegt til þess að við skiljum ekki hversu mikið vald við höfum. Já. Og sko valdið okkar liggur mest í fókusnum okkar. Já. Það er verið að reyna að ná í fókusin okkar alls staðar. Auglýsingar, clickbait og með því að ýta á svona clickbait, einhverja ljóta frétt í einhverjum miðli. Já. Þá erum við að næra þá orku. Þetta er bara orka. Það er allt. Já, við erum að næra neikvæða orkunum, já. Og ég vil ekki einu sinni segja neikvæð. Sko, við erum að lifa lífinu, tökum ákvarðanir og gerum hluti. Við gerum aldrei mistök. En við erum að opna annarkvort á tækifæri til að læra eða flæða. Já. Annarkvort. Og næra í leiðinni það sem við vekjum athygli. Já, ég tók eftir því sko að því að Facebook síðan mín var hökkuð fyrir rúma ári síðan og í dálítið langan tíma var ég ekki með Facebook og það var rosalega frelsandi. Já. Því að ég tek eftir því núna eftir ég er búin að ná að búa mig til nýja síðu að ég eyði of miklum tíma í að fletta niður hvað er að gerast á Facebook. Sömuleiðis. Það hefur verið að taka þetta svo feitt af mér, sko. Já. Því ég gaman að þessu, ég festist ekki við þetta lengur. Nei, það er dásalegt. Og ég finn alveg að þetta er búið að vera svona snutta. Já. Já, og nú veit ég ekki alveg hvað ég á að gera ef ég hef ekki þetta. Það er svolítið gott. En það merkilega er að við fyllum alltaf upp í eitthvað svona tómarúm. Já, en það er bara spurning um að velja vel í það. Já. Set ekki bara eitthvað rusl, set ekki bara Facebook eða eitthvað rugl inn í það. Og það er það sem ég hef verið að gera, ég hef verið að fylgja fólki í gegnum sveppaferðalög. Já. Þá er tæmt, þá er ef við lítum á líkamann sem tölvu, að þá er verið að henda út öllum þessum forritum sem er ekki að þjóna lengur. Og svo þarf að vanda sig hverju maður raðar aftur inn. Að sjálfsögðu. Og á hvaða hátt maður gerir það. Hvort að það verið að vinna rosa sterkt. Núna er mér að sleppa tökunum á öllu. Ég á að sleppa öllu, ég á að sleppa bara öllu örygginu mínu. Já. Þetta eitthvað svona fyrir fram á mig og ég er í einhverju flæði. Það er að flæði eitthvað og held bara það sé að fara að gerast og svo er það tekið. Og ég er bara, ok, þá er bara eitthvað annað. Já. Það er alltaf eitthvað annað. Og tölvan er eitt af því, það er verið að taka allt bara burtu. Já, setja í staðinn. Já, það er ég skrifa, þú veist, ég læri, ég fer og læri, ég er að læra spænsku og þú veist, þannig að ég bæti eitthvað svoleiðis. Ég orði mjög vel hvað ég horfa á. Ég hef náttúrulega ekki hort á fréttir í sjónvarpi í mjög langa tíma. Ég hef ekki hort á svona spennu glæpamyndir síðan 90 eitthvað, þú veist. Ég er með áskrift af Disney og ég horfi á svona barnamyndir, svona fallegt eitthvað. Það er nú helst að horfa á Hallmark eða eitthvað svolítið sem er alltaf að horfa á eitthvað fallegt. Já, Disney-myndirnar eru nokkuð góðar. Það eru nokkrar mjög góðar svona myndir fyrir þá sem er að vakna. Já, já. Wish. Þú segir þá sem er að vakna. Hvernig finnst þér þú hafa vaknað? Ég held ég hafi verið bara hreinlega fædd vakandi, ég vissi það bara ekki. Og það er að koma tilbaka núna minningar úr æsku frá því, ég átti alltaf minningar. Já. Ég átti minningu til dæmis ég bjó í Miðstræti og ég átti minningu frá því að ég var að draga þotuna mína út í svona brekku við endan á götunni, man ekki hvað sú gata heitir, og ég stopp, það er dimmt, tunglskin, snjór og ég er svona 3 ára,
stend bara þarna einhvers staðar út á miðri götu og er að horfa á stjörnurnar og stjörnurnar í snjónum. Það var allt fallegt og ég man bara hjartað var svo opið og ég var bara, vá, það var allt svo fallegt. Svo fekk ég að sjá þetta í ayahuasca-seremoníu, að þarna eru verur, það eru 2 verur sem fylgja mér. Já. Og þær voru sýnilegar fyrir mig þangað til þarna. Ég vissi af þeim, ég lék mér við þær, talaði við þær. Og ég týndist einhvern veginn á Laugaveginn, mamma labbaði inn í búð og hún var farin og ég sá hann ekki lengur og þá var hún bara horfin. Þær fylgdu mér heim. Það var búið að kalla út lögguna. Ég hef verið bara pínulítil stelpa, sko, þá. Og var í kerru, þú veist, ég var alveg svo lítil. En þær fylgdu mér heim, þær fóru með mig. Ég rataði ekki, ég held ég hefði ratað. Já, í miðstræti þá, af Laugaveginum, já. Ég er að reyna... Langt, en fyrir svona kannski 2-3 ára kríli það var svolítið mikið týndur, sko. Já, ég er svona að reyna að rifja upp hvar miðstræti akkurat í... Miðstræti fyrir neðan Þingholtsstræti, svona pínulítill stubbur. Já. Næpan í miðstrætinu. Já. Gatan sem ég var að ræða mér, það gatan niður að Fríkirkjunni. Já. Þá hafði þetta svona nokkuð neginn rétt í kortunni hérna í höfðinu, sko. Það er alltaf kort þarna, sko. En sko, hver er upplifunin þín til dæmis eins og núna þegar ljósið er að koma? Hvaða áhrif telur það sé að hafa á líkamann okkar? Ég veit það. Já. Sko, ég hef fengið að sjá svona sólarfler og finna. Já. Og það sem gerist er sko að tíðnin hækkar. Já. Og þetta fyrir gegnum líkamann okkar, hreinsar út. Fyrir suma er það örugglega óþægilegt. Fyrir vinkonum mína sem er búin að vera með mér í þessu hefur þetta verið svona óþægilegra en fyrir mig. Já. Framan af. Ofboðsleg vellíðan fyrir mig, alveg af því að það er búið að hreinsa svo mikið til. Og bara allt er eins og það á að vera. Það er bara einhvern veginn fullkomið traust á tilveruna. Og það er ekki rúm fyrir það sem við myndum kalla svona neikvæðar tilfinningar. Einmitt, já. Bara kærleikur. Já. Finnst þér hjartað að hafa opnast mikið á þessu tímabili? Já. Ég fór ég fór erlendis í ayahuasca-seremoníur 4 í röð. Fór í gegnum áfalli mitt í æsku. Ég var misnótuð sem kornabarn. Og upplifunin, þetta var alveg erfitt, sko. Já. Næst 3. seremoníunni þá leið mér svolítið eins og bara ég væri svona, partur af mig var svona eins og tuskudúkka og bara hendin út í horn þar sem það var bara skuggi. Og í síðustu seremoníunni sem ég fór í, þessari 4., að þá náði ég að losa. Og losunin í ayahuasca er mjög oft bara líkamleg, annarkvort niður eða upp, eða svít, grátur eða hlátur og ég tók það allt bara. Allan pakkan, já. Pakkan, og það var nú ekki mikið innvortis af því að það var ekki búið að borða mikið að það einhver 4 daga. Og svo skreif ég á bæli mitt og tók upp í mjög svona kotta sem ég hef tekið með mér. Tók hann í fangið og það var eins og barnið, ég væri að taka barnið upp og það fór ekki bara í fangið á mér, það fór alveg inn í hjarta mitt. Og ég man alltaf daginn eftir þegar ég vaknaði og ég andaði inn. Mér fannst eins og ég gæti andað endalaust inn. Eins og það væri bara endalaust rými. Dásamlegt. Og af því andadrátturinn er náttúrulega spiritið okkar. Við erum að tengjast í andadrátturinn. Andinn okkar. Já, og við erum að anda allt og grunn. Þannig að, þú veist, almennt, já. Við náum aldrei einhvern veginn að
og það búið að taka frá okkur hérna hæfileikan til að anda djúpt af því það búið að fara svo illa með okkur. Já. Byrjað bara, þú veist, við erum trámað situr í líkamannum okkar, allt trámað. Tráma sem við komum með okkur og svo tráma sem að bætist við eftir að við fæðumst. Og þegar við fæðingin einu sér tráma. Og það er hérna, en líkaminn svo fullkominn að hann kann að heila sig. Þannig að líkaminn hefur þróað með sér að blóðið í kornabörnum mjög hérna fljótandi. Já. Og hérna það til að heila tráma fæðingarinnar. En það sem gert í dag og búið að gera svolítið lengi að það sprauta K-vítamíni, storknunarefni í blóðið. Þannig að meira sé að þetta tráma, þessi heilun tekin frá okkur. Já. Og svo sko miklu meira en við viljum vita og getum vitað af hérna kynferðisofbeldi gagnvart mjög ungum börnum, eða hefur verið. Já, ég er búin að heyra það í gegnum tíðinni. Ég er náttúrulega búin að halda námskeið fyrir konur sem hafa verið misnotað. Konur, menn, líka karlmenn. Já, ég veit það. En það sko, til mín hafa meira leitað konur, þó að karlmenn hafi tjáð sig það sem þeir hafa orðið fyrir. En það eins og skömmin sé meiri hjá þeim og þeir sé tilbúin til að tala það sem þeir hafa orðið fyrir. Þess að karlmenn fleiri karlmenn gerendur af því þeir eiga erfiðara með að losa trámað úr líkamannum og þá erum við alltaf að akta út frá sársaukanum. Já. Og sagan hérna að hugmyndin að þolendur verði gerendur, já, hún svo sterk. Þannig að ég held að það sé hluti af því sem blokki það að gera. Já, það getur verið, en það náttúrulega líka sko, já, það bara svo margt, en mín reynsla svo sko að þeir eru ekki eins tilbúin til þess að tjá sig það sem þeir hafa orðið fyrir eins og konur og jafnvel konur eru mjög, þú veist, hérna, það erfitt fyrir þær að tjá sig það sem fyrir þær hafa komið. Og það alls konar misnotkun í gangi, alls konar leiðir notaðar til þess að misnota sérstaklega lítil börn og það eiginlega bara sorglega að við sem mannfólk skulum gera þetta hvort við annað og sem að í raun ég á því að við sem kynslóð séum til þess að vinna úr þessum málum og tryggja að þetta haldi ekki áfram. Þetta getur ekki haldið áfram. Þetta getur ekki farið með. Nei, það heldur ekki áfram þegar kærleikurinn ræður orðið öllu. En sko, það sem að gerast í heiminum í dag að það annarkvort heldur þau áfram í þessu gamla og þá bara eftir að versna. Já. Missir maður allt frelsi á endanum. Já. Eða við förum í hináttina og förum í algjört frelsi. Og það líka vandmeðfæri því að fylgir svo mikil ábyrgð. Já, við erum að taka ábyrgð á öllu sem við gerum. Já, það samt ekki erfitt af því að það eiginlega erfitt að gera það sem á móti straumnum. Þegar vitundin vöknuð. Þá getur við ekki lengur meitt. Það ekki hægt. Nei, það alveg það sem ég með, sko, já. Meðan við erum á leiðinni þá skrítið einhvern veginn að því sko samfélagslega heldur ekki viðurkennt að segja sannleikann. Nei, ég var einmitt að tala þetta við konu í gær, sko, þessi tvískinnungsháttur sem okkur kenndu þegar við erum börn að við megum ljúga þegar það heppilegt fyrir fjölskylduna en við eigum að segja satt þegar það undir öðrum kringstæðum, þannig að okkur kennt algjör þessi tvíhyggja, sko, og ég meira sér stóð sjálfa með að því að segja einhvern tímann við svona dóttur mínu, þú ert bara ekkert að segja neinu frá því. Jú, amma, alveg og ég alveg, fyrirgefðu, ég biðst afsökunar að ég skildi hafa sagt þetta. Sko. Leyndarmálin, sko, allt þetta krumpi í heiminum að því það eru leyndarmál, má ekki segja frá. Já. Ef það allt í ljósinu, þá
það er engin leyndamál. Það vita allir allt sem að verður framtíðin. sem er. Þegar sko allir tala saman með hugsanaflutningi þá getur ekki falið það sem þú ert að hugsa og allir geta bara lesið þig og það er líka, það sem að breytist líka er að þá erum við ekki við þurfum ekki internet, við þurfum ekki tölvur til að hanga yfir, að því samskipting getur verið bara við alla í gegnum hugsanaflutning. Hvað kallar þetta? Þú kallar þetta bara AI? Alvitundin bara í rauninni. Já. En ekki gervigreindin eins og hún er tilbúin fyrir okkur, þannig við erum að tala um. Já, en það fyndna að sko alvitundin hefur áhrif á gervigreindina. Já. Sko, ég var náttúrulega mitt ferðalag í gegnum lífið hefur verið að heila mig. Já. Og ég byrja þegar COVID skellur á, þá var ég bara ákvað ég að vera hérna bara á Íslandi. Ég er búin að vera að ferðast svolítið mikið. Og fór að leika mér með sveppina. Og fæ aðgang að alltaf meira og meira upplýsingum, meira og meira eftir því sem bara líkaminn minn ber minna tráma, þá hef ég meira aðgang. Það er svoleiðis, við þurfum að sleppa öllu og þá fáum við miklu meira. Já. Og ég er alveg að fara inn í víddir þar sem að ég er að fá rosa miklar upplýsingar, mjög miklar upplýsingar. Já. Sem er ekki á internetinu, það er á alnetinu. Nei, það er náttúrulega mjög takmarkað sem er þar og það er svolítið valið þar sem er sett þar inn. Og svo fæ ég að sjá allt svona í orku, fólk sem ég tengist, ég fæ að sjá hvað það er að gera í orkunni. Það getur litið allt öðruvísi út í þessum efnislega verð. Já. Þannig það er margt sem hefur opnast fyrir þér. Já, mjög. Hvað finnst þér vera svona það mikilvægasta sem þú hefur lært í þessu ferli? Það mikilvægasta kannski er hversu ábyrg ég er á öllu sem ég set inn í líkamann minn og fer úr honum. Líkaminn minn er í rauninni bara verkfæri mitt. Já. Og ég ber ábyrgð á vitundin mín sem er hérna að hreyfa þetta tól. Já. Ber ábyrgð á því öllu, innvortis og allt sem það gerir. Já. En þú talaður að þegar við vorum að spjalla saman en þá varst það að tala kristalliseringuna á líkamannum sem er það sem búið að vera að tala að líkaminn sé meira að verða kristalliseraður, ekki eins og harður kristall, heldur eins og kristalltíðni. Hvernig upplifir hana? Sko ég er núna síðasta árið kannski, eða hálfa árið, er ég búin að vera að fara inn í þá tíðni og hún hefur komið alltaf nær og nær og ég segi bara hlutina eins og ég er að upplifa það og ég get ekki logið því, en ég hef séð skip, risastórt skip, eða ég get ekki kallað þetta neitt annað, það er sagt það er gegnsætt. Já, þetta tala gameskip. Já, ég sé móta fyrir. Þeir eru með, það er til efni hjá öðrum á öðrum plánetum sem málmur sem er eins og gler. Já. Virkar á okkur eins og gler. Þannig ofan á því er risastór kúla. Já. Kristalskúla. Og hún hefur verið að færast nær og nú er hún komin inn í líkamann minn. Þetta er svona skerandi tærleiki. Já. Og þarna sést í gegnum allt. Ég fattaði það núna bara daginn að það verður allt svo skýrt. Ég nota glerugu, nota lesglerugu og sé ekkert allt og skýrt. En þegar að þessi orka kemur inn, þá sé ég allt
rosalega skýrt og ég sé í gegnum allt Já. En ertu að sjá með augunum eða með þriðja auganu? með augunum og þriðja augunum. Já, já, saman, Ég já, sé sko, ég sé orkuna, ég sé það er eins og svona holograms og já, í svona formum, þær eru út um allt og svo eru svona regnbogalitir og oft svolítið rautt og mismunandi form, já, alls konar. Eitt skipti það er eitt svona sem er eins og svona kúla, dróni eiginlega, flýgur bara og ég var ein einhvern tímann að þetta fylgir alltaf sveppunum því það þarf að slökkva á mér hugmyndunum mínum til að sveppirnir veita mér aðgang í rauninni, þeir eru bara lykillinn að þessu. já, Og ég sit ég er yfirleitt með lokað augun og svo allt í einu finn ég hita við hliðina á mér. Ég lít við og þá sé ég þennan. Fann ég fyrir honum bara í hitastiginu. En þetta hreyfist allt, það er eins og maður sé í vatni. Þegar eitt hreyfist, þá hreyfist allt. Hreyfist allt saman. já. Nú er náttúrulega að tala að vatnin sé kannski eitthvað það mikilvægasta í framtíð okkar því það ber í sig svo mikla vitund og svo miklar upplýsingar sem við höfum ekkert verið að tengja okkur við. Hún Bryndís Fjóla á Akureyri sem með Huldustíginn, hún hefur verið að vinna með vatnið að fá fólk til að sitja og halda á glasi og skrifa niður hvaða skynjar í gegnum vatnið og vatnið er náttúrulega að tala við okkur. Og við erum 70–90% vatn eins og talar það er vatnin í frumunum okkar öllu. Þannig að það eru þetta mjög mikilvægt fyrir okkur. Já. Það segir sig eiginlega sjálft, sko. Og sko vatnið er vitund og það er með minni. Já. Að litast af því sem er í umhverfinu. Já. Ég verið að svolítið með Vetu Austin, hún er Nýja-Sjálandi, yndisleg og hún hefur verið að gera alls konar tilraunir, frystir vatn. Já, ég fylgst með henni líka, sko. Já. Sérstaklega eftir einni tilraun sem hún gerði, þá sett hún sólblómafræ í vatn og tók það svo upp og frysti. Já. Og myndin sem að birtist var af sólblóminu í blóma. Já. Og það er ekki það að vatnið skynji eða vitundin skynji sko hún skynjar potentialið, það skynjar potentialið okkar. Möguleikana, já. Og þegar við pössum upp á vatnið okkar, erum ekki að sitja að hafa útvarpið í gangi án þess að fatta. Vatnið er alltaf að hlusta. Já. Og eða fréttirnar eru einhvers staðar í rýminu, ég hef ekki hort á fréttir í 15 ára eða lengur. Að og bara ekki línulega dagskrá í sjónvarpinu, ég vel mér það sem ég horfa á. En þegar vatnið er orðið tært, þá fáum við þetta. Þá fáum við að sjá inn í kjarnan. Já, já. Við fáum að geta. Það er pláneta sem að heitir Mintaka. Pláneta tæra vatnsins og ég tengi þetta alltaf svolítið við þá plánetu. Þetta ofboðslega tæra vatn sem getur bara séð. Já. Bara, inn í allt. En svo getum við getum sett ásetning í vatni. Já, það er náttúrulega sko, hún Vetu Austin, hún byrjar út frá kenningum Masaru Emoto sem var að vinna með það að setja tilfinningar í vatni og senda hugsanir á vatnið og annað þess að það. Og svo hefur hún haldið áfram að þróa það svolítið lengra, það sem hann var að gera, sem er náttúrulega bara stórkostlegt til þess að sýna okkur hvað vatnið er mikilvægt. Og það er mjög víða að tala það að í framtíðin okkar að þá sé vatnið mjög mikilvægt. Þannig að við þurfum að passa vatnið okkar. Og við þurfum að passa... Vatnið er svo víða, það er verið að setja alls konar efni í vatnið erlendis, kranavatnið. Já, já. Meðal annars klór út af því að vatnið er svo léleg gæði. Og það þýðir bara að vatnsbólin og árnar og annað, þetta er allt orðið svo mengað og það sem að þarf að, og líkamar okkar eru orðnir eins. Já, við erum bara vatn. Já. Ég hef sagt við fólk alveg í mörg ár, bara passaðu vatnið þitt. Passaðu vatnið, hvar ertu að setja vatnið þitt? Er það útsett fyrir einhverju sem að þú ert ekki að taka eftir en vatnið tekur eftir?
Því það hefur áhrif. Það er góð spurning. Við erum að spila hvalahljóð fyrir vatnið okkar. Já, já. Ég er búin að vera að hlusta svolítið á hvali. Já. Hlustar mikið á hvalahljóð? Já, ég er með playlista sem ég er með hvalahljóð á. Já. Er að bæta við það. Það kom til mín í athöfn því lífið mitt snýst svolítið bara að fara í þessa tengingu. Já. Þá fór ég í samtal við hóp af leiðbeinendum sem hafa fylgt mér. Já. Og þeir eru að vinna mjög náið með hvölunum og þeir voru að sýna mér hvað hljóðin gera. Þeir sýna mér svona eins og myndir. Já. Og þeir voru að tala að ég veit að þegar hvalkýr kallar á kálfinn sinn, að þá berast hljóðin hennar jafnvel 4-5 sinnum í kringum hnöttinn. Þetta heilunar bylgjur sem þeir eru að senda frá sér. Og svo sýndu þeir með bylgjurnar, svona eins og strengi, og þá eru kóðar í strengjunum. Þannig að, og svo var svona uppálagt að ég myndi vera bara með hvalahljóð út allt, þannig að þetta myndi vera svona eins og fréttirnar eru svona læðast inn í vitundinu, að það myndi hvalahljóðin bara gera það í staðinn. Já, það er náttúrulega bara dásalegt, já. Ég held að það sé mjög gott eins og fyrir að láta lítil börn sofna við svona. Hann sofnaði, einn sonur minn, hann sofnaði við hvalahljóð bara þangað til að hann var 6 eða 7 ára gamall, fór aldrei að sofa öðruvísi. Já. Ég var með í síðustu fæðingunum minni, þá var ég með hvalahljóð. Já. Fyrir allir maðurinn minn þoldi það ekki. En ég veist yndislegt. En léstu börnin hlusta eftir það? Nei, ég var ekki nógu meðvituð þá. En ég söng rosa mikið fyrir þau. Já. Alltaf sungi mikið. Já. Sem er einhvern veginn á lífi, söngurinn. Söngurinn að það tíðnið okkar. Já, af hverju heldur þessi ég vissi það ekki. Sungið til barna, við erum að senda tíðnin alveg eins og hvalkýrnar er að kalla á afkvæmi sín, þá erum við að senda tíðnina út, sko. Og þetta eru sko, hvalirnir eru náttúrulega svona, það sem við köllum visku, þeir geyma viskuna í hafinu. Já. Þessi stóru dýr. Og miklu meira en það, þeir eru sko tengdir inn á Galactic. Þeir náttúrulega sko að þeir synda eftir, bara eins og fuglarnir. Fuglarnir vita hvernig þeir eiga að fljúga á milli landa. Þetta er insight sem við Já, og þeir líka læra leiðina, þú veist, og eins og að frumbyggjarnir í Ástralíu, þeir voru alltaf með songlines. Þegar þú kemur og sérð eyðimörkina, þá er bara allt flatt og það er engin, það vantar öll svona kennileiti. Vegvísa, já. Já, þannig þú hefur ekki býtið og hvert svo, sko, og þú getur ekki alltaf verið að horfa á eitthvað fjall því þú ætlar að halda áfram í einhver aðra átt og það er fjalli fyrir aftan þig. Þannig að þeir sungu og þeir ferðuðust ofta á nóttuna, þeir sungu bara eftir stjörnunum eins og við sigldum eftir stjörnunum. Ég var í frumskóginum í fyrra, eða hitti fyrra, sem jólin, rúmt ár síðan, ég var í 2 mánuði. Já. Í Brasilíu með húnikvins. Já. Þeir eru bara, þeir eru allt öðruvísi víraðir en við. Þeir bara vita hvar þeir eiga að vera hvenær og fara bara. Og hvar þeir eiga að heila, það er ofboðslega sterk tenging við Ísland. Húnikvins og Íslandingar mjög sterkur tengingu, það er að koma mjög reglulega indjánar til landsins í heilunarvinnu. Já. Og já, ég fekk að kíkja inn í hugarheim þeirra, allavega svona, ég veit ekki hvort það er alveg eins og þeir upplifa, en ég fekk svona svolítið að upplifa þessa ofboðslegu tengingu við náttúruna, við innsæið og plönturnar og skóginn og lífið, allt. Þeir eru bara tengdir. Já, þeir eru bara tengdir. Þeir eru bara tengdir við allt. Og þeir eru ekki svona persónur, þeir eru bara, já, öðruvísi víraður. Og eftir því sem það fer lengra inn í skóginn og það er minni mengun af þessu vestræna, þeim mun tærara og tengdara eru þeir. Já, þetta er bara eins og fólk var hér. Já.
það var ekkert útvarp, það voru enga fréttir, það voru bara draumar og innsæi og næmi og söngvarnir og sko ímyndin hjá okkur. baðstofumenningin og það eins og bara í frumskóginum, það sem ég að upplifa, nú verið að skrásetja allt. Það sem heilararnir að gera, það verið að skrásetja lögin og það verið að skrifa niður bænirnar og skrifa allt. Ég held að þetta missi svolítið máttinn með því að skrifa þetta. Af því að með hinu, með svona verbal, með því að, komið svo einhvern veginn inn í lífið. Orðin og söngurinn skipta máli. Það fer í frumurnar. Já. Leið og við förum að skrifa og lesa, þá það fast í stýrikerfinu. Stýrikerfið hefur ekkert, við þurfum að setja þetta inn í allt. Já. Já, það við þurfum að gera. Þú varst að tala áðan með ljósmagnið sem að koma, sko. Eins og ég sé þetta, að þá það svona kristsorka. Kristallinn bara kristsorkan. Já. Og ég veit ekki hvaða hlutverk Jesú hafði með þetta að gera, hvort að með þeirri vitund sem var í gangi þá að það hafi verið implantað í okkur eða virkjað eitthvað þessi kristall. En það eins og hann sé, eftir því sem við nærum hann meira, þá stækkar hann. Og í rauninni ekki sko, ljósið ekki gera neitt, það bara virkja ljósið inn í okkur. Já. Ljósið inn í okkur, það að stækka. Já, það þess að stækka. Og þá ekki rými fyrir áföllin, og það ekki rými fyrir skuggana. Þannig að við megum sleppa tökum á þeim og það náttúrulega svo frelsandi fyrir okkur að geta gert það vegna þess að við höfum setið í þögn og feluleik með svo margt sem hefur gerst í líf okkar og það svo frelsandi að geta bara sleppt í og leyft í að fara og það náttúrulega við erum í ári snáksins núna, kínverska árinu og snákurinn skiptir ham, hann fer úr gamla hamnum, svo við erum í rauninni bara afklæðast gamla hamnum og stíga upp úr honum og við erum svolítið viðkvæma meðan við erum að fá nýja haminn. Hann að byggjast upp hjá okkur. Já, mér finnst þetta eiginlega ganga ennþá lengra. Mér finnst við vera meira eins og drekaflugan eða fiðrildi. Því það alltaf, það ekki bara að við erum að fara úr, við erum að fara sko alveg inn í frumurnar og hver eina fruma í líkamanum okkar er að kristallast. Já. Það sem gerist í púpunni þegar fiðrildið er búið að verpa þarna fullt af eggjum til að komast nú örugglega eitthvað á legg. Já, já. Svo kemur lirfan og hún étur bara. Við erum svolítið búin að vera þar. Mannkynið að vera éta alveg saman bara það kæfti kemur bara að éta allt. Já. Án þess að hugsa afleiðingarnar af því sem allt í lagi fyrir lirfuna en ekki fyrir okkur. Og svo finnur hún hjá sér allt í einu bara nú þarf ég að hengja mig upp bara. Hengi sig upp einhvers staðar á rassinum og spinnur utan sig þessa púpu. Skilur stýrikerfið hausinn eftir fyrir utan púpuna. Það verður að gera af því að ef stýrikerfið færi með inn þá kemur bara önnur lirfa út en það verður eftir fyrir utan. Þannig að inn í púpunni verður til bara grautur. Og andstöðurnar, yin og yang, masculine, feminine, það hægt að setja þetta í svo marga búninga. Já, já. En hver og ein fruma verður bara hún, ekki neitt annað. Hver og ein manneskja að vera bara hún, ekkert annað. Og svo þegar þeir eru búnar að kristallast og það er miklu meiri styrkur í heilli frumu heldur en í einhverjum svona graut. Já, já. Hún geta að raða sér saman og orðið að fiðrilda vængjum og fiðrildinu, það getur flogið. Lirfan getur það ekkert, hún allir graut.
Já, 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 já. En það endur aðast. Já, en lirfan hefur heldur ekki hugmynd þegar hún er að skríða þarna upp á greinina að hún sé að fara að verða fiðrildi. Og það sama á við okkur núna, að að við erum mér var sýnt bara að heimurinn er núna inn í púpu, við erum að kristallast Já. og svo komum við út úr púpun og vitum ekki neitt. Það er náttúrulega mjög aðtilsvægt að þú veist, ef við erum að kristallast út af því að á ensku þá er það kallað chrysalis, Já, já. sem er Ég var einmitt, ég hljóp. púpuferli, sko. Þannig að það er þessi sama kristallisering sem er að eiga sér stað í okkar umbreytingaferli og þetta er alltaf að gerast inn í líkamannum okkar. Þess vegna, sko, fólk í kringum mig, það ber sig valla uppi síðustu daga, það er búið að vera bara nánast skríðandi af því það bara... Það er mikið álag á líkamann. Já, það er alltaf breytast. Já. Og fólk veit ekki, það veit engin neitt. Og af því við erum með einhvers konar vitsmuni sem lirfan hefur ekki og alls konar hugmyndir sem lirfan hefur ekki. Það er hausinn eftir fyrir utan. Hausinn þurft að fara með í þetta en við þurfum samt ekki hann eftir. Einhvern veginn. Já. En það sem fólk gerir, þau líður einhvern veginn og það er óþægilegt og það er að taka kannski einhver skapköst og eitthvað. Og þá er bara farið til læknis. Og eða inn á geðdeild eða eitthvað svona álíka, já. Og málið er að öll þessi deyfing sem við erum að leita í áfengi, alls konar lyf, alls konar hegðun, flótti frá okkur sjálfum. Já, já. En lyfin, eiginlega allt sem fer inn í líkamann og hefur áhrif á líkamann, það er bara mjög, mjög slæmt. Já. Ekki að fólk fara að henda öllum lyfjónum sínum, heldur fara að skoða bara hvað í raun og veru er að hjálpa og hvort að sé einhver svona tilfinning að það þurfa að endurskoða eitthvað og jafnvel minnka eða hætta einhverju. Það er svolítið athyglisvert að það er verið að gefa út núna svona bæklingavara við svefnlyfjum sem er búið að vera sko að dæla í fólk. Já, en samt er búið að banna sko þessi náttúrulegu svefnlyf. Já, en það er sko, þú getur keypt melatonín. Já, en það er ekkert mjög aðgengilega, af því ég hef verið mikið erlendis og það er allt svo miklu, miklu aðgengilegra og miklu opnara þar heldur en hér. Það er náttúrulega, við erum mjög höftum haftana. Mjög, já. En við erum svo ýkt á öllum vígstöðum einhvern veginn. Bankakerfið er rosalega ýkt, þú veist, það er hvergi farið eins illa með almúgan eins og hér. Ég veit ekki en kerfin öll eru bara mjög, mjög strekkt hérna á Íslandi. Já. Og ég er búin að fá skilaboð mjög lengi að við Íslendingar verðum leiðandi í þessari vakningu á einhvern hátt. Já, heldur að það verði. Sko, það kannski rímar alveg við sýnina sem að hann Adam heitinn Rutherford hafði, sem að skrifaði sko hinn mikla arfleið Íslands. Hann vildi tala það að það myndi koma ljós frá Íslandi sem myndi lýsa til heimsins. Og ég eins og margir aðrir hafi verið að velta fyrir mér hvaða ljós það myndi verða. Og það er náttúrulega bara mjög spennandi ef að það verður að við höfum áhrif. Þetta eru skilaboð sem eru búin að koma til mín í nokkur ár. Já, einhver sænskur spámiðl sem hefur verið á YouTube spáir því að Ísland eigi framtíðin eftir að vera bara eins og heilunarstaður fyrir heiminn. Þannig að þetta er alveg, ég hef ekki heyrt þetta en þetta er alveg í samræmi það sem ég er að heyra. Skilaboðin sem ég er að fá úr alnetinu. Þannig að framtíðin er björt ef við bara höfum þolinmæði til að bíða. Og framtíðin er björt ef við veljum það. Já. Við getum líka valið sko dauð og djöfur. Það má velja það líka. En meðan það er frjálst val. Það munu ekki liggja saman. Nei, en það er náttúrulega sko 2000 og man ekki hvort það var 2019, þetta held að vera 2020 þegar að Satúrnus og Júpíter fóru inn í Vatnsberann og voru í samstöðu á vetrarsólstöðum að þá
komu spádómar meðal annars frá þeim frumbyggjunum í Ástralíu, að því þeir voru með stóra serimóni við Uluru eða Ice Rock í miðjulandinu og þeir sögðu sko að héðan í frá muni heimurinn skiptast í tvennt. Og við sjáum það bara að það rosa, heimurinn að skiptast í tvær deildir, tvær áttir. Það eru þeir sem vilja stríð og svo eru þeir sem vilja frið. Það eru þeir sem vilja gera breytingar og vilja halda fast í gamla kerfin og þeir sem vilja breytingar. Þannig að það eru tvær stefnur og margar tímalínur í gangi. Svo við erum náttúrulega bara að fara í gegnum breytingar sem heimurinn hefur ekki farið í gegnum aldrei. Þannig að það eðlilegt að það hristist og skjálfi ekki bara jörðin, heldur líka við. Já. Mér sýnt þetta pínu öðruvísi að sko við erum svona flæðisdýr. Við eigum að vera í flæði. Það er statusinn sem er svona þægilegastur fyrir okkur, að vera bara svona flæði. Svo einhvers staðar á leiðinni þá var þetta svona pínu skekkja í flæðinu. Einhver fór að fara aðeins á móti, bara pínu. Og það var bara pínu lítið, ekkert áberandi fyrst. En svo hélt þetta bara áfram og áfram og áfram. Skekkjan orðin svo, bilið orðin svo stórt núna, að ég held að bara... Ég held að sé ekki hægt að sjá það ekki. Ef þú vill leita þá sér það. Það er bara mjög augljóst, ég held það. Þannig að það er bara að fara í tvær áttir og það verið að tala þeir sem ætla að fara inn í 5. víddina og leyfa sér að vera þar og þeir sem ætla að vera áfram í 3. víddinni. Og það val og það hver sál á sinni ferða, á sínum hraða og við getum ekki ýtt neinum. Nei. Og ég svo mikla ágjör af þessum eða þessum. Nei, það bara hægt að sleppa því. Og þá bara fer allt í vitleysu. Eina sem við höfum gert til að styðja aðra að standa í okkur og vera fordæmi. Já. Og styðja án þess að taka neitt. Bara vera. Einmitt. Já. Og það góður staður. Ég held að með því þá slái botnin í samtala okkar í dag. Bara takk fyrir að koma í þáttinn hjá mér og Það væri ekki ráð að segja við fólk sem að hlusta. Já. Já, ég að horfa á í kringum mig, það eru 3 ungir menn bara í síðustu viku sem að treystu sér ekki í þetta lengur og hættu bara, stigu út úr þessu. Já. Að leita til fólk sem að sér aðeins lengra og hefur rými til að halda utan tilfinningarnar sem að koma upp án þess að fara inn í þær og búa til stærra drama. Tengja sig við náttúruna, vera úti, við eigum nú nóg af henni. Vera úti, drekka mikið vatn, blessa vatnið sitt, drekka mikið hreint vatn, ekki of mikið passa steinefnabúskapinn, borða hreint og létt og það svona hjálpar manni aðeins í gegnum þetta, en þetta erfitt. Þetta erfiðir tímar og það enginn komin einhvern veginn stuðningurinn, þetta svona svolítið eins og tólsporakerfið, að við byrjum að taka sporin og þegar þú ert komin vist langt í sporunum þá getur þú farið að styðja við aðra sem eru að byrja að taka sporin, þó að þú sért ekki búin. Já. Því það komin á leiðarenda. Það engin leiðarendi, ég veit það ekki. Nei. Nei, við höldum bara áfram. Já, og málið sko að verðlaunin, þó að séu náttúrulega engin verðlaun til, en útkoman úr þessu að við fáum lengra líf og betra, meiri heilsu, meiri gleði. Opnar hjarta og miklu dýpri og fallegri og meira gefandi tengingar við fólk. Já. Það mesta dýrmætið. Það er ekki lengur til. Það ekki lengur, sko, ég að taka eftir, þú veist að það verið að rafvæða allt. Ég fór á veitingastaðan daginn og ég átti að fara að panta með símanum á borðinu. Já. Og ég bað bara afgreiðslumanninn vinsamlegast að taka pöntuna því mér langaði bara í að hitta mannesku. Já. Nú áttu bara að tala við tæki. Já, en sko,
það sem gefur mér mest í lífinu er að vera í hjartatengingu. Og mér er sýnt að sko peningar verður ekki lengur til, kryptó verður ekki til, þetta verður ekki til. Við borgum, það er einhvern veginn með orku. Þannig að og þessi orka sem, þessi hologram sem ég er búin að sjá, hefur eitthvað held ég að gera með það. Þannig að við gefum okkur tíma til að greiða fyrir það sem við erum að fá. Það er helmingi vöruskipti en í rauninni er þetta allt ágiskanir en ágiskanir eru skemmtilegar og það sem kemur til mín er þetta fullkomna traust að ég fæ allt sem ég þarf. Já. Og allir sem að ég á eitthvað og mikið af því kannski eða eitthvað sem ég er ekki að nota, ég læt það bara. Og næsti sá sem fær, hann lætur eitthvað annað og svo kemur eitthvað mín úr einhver allt annað átt. Láta það ganga. Já, og bara þú veist, og þetta traust að allir eru að gera það sem þeir brenna fyrir, bara ástríðuna sína. Já. Og heimur verður yndislegur og allir eru bara að deila. Þá verða öll dýrin í skóginum vinir. Ó já. Það verður svoleiðis. Það er orðið svoleiðis í mínu lífi svolítið en svo eru svona kerfið er að hefta. Þú veist, ég get ekki bara selt íbúðina mín og farið eitthvað út í máa og byggt mér kofa. Ég þarf að fá eitthvað leyfi frá einhverjum dúttar sem að ber ekkert endilega hag landsins fyrir brjósti, bara yfirvalda og kerfisins og það er verið að taka af okkur alls staðar. Þetta gerist, breytingarnar eru að gerast. Já, þetta er alltaf. Við verðum bara að hafa þolinmæði til að leyfa þeim að gerast. Og takk æðislega fyrir í dag og við heyrjumst seinna. Takk. Takk fyrir að hlusta.